Já, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna nokkur orð sem ég hef tekið saman. Þeir voru eins og falskt hljóðfæri, sérgóðir, beiskir, skaphundar, sem sagt ófullkomnir menn eða eins og orðið segir svo skýrt. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og það gerðu þeir svo sannarlega eins og við öll. Það er aðeins og færi heilags anda að umbreyta fölsku hljóðfæri í eitthvað stórkostlegt hljóðfæri sem drottinn getur notað sér til dýrðar og mörgum til blessunar. Lærisveinarnir 12 voru eins og við öll. Þeir voru valdir úr hópi óverðrugura og óhæfra. Þeir voru eins og óhæft ílát, en umbreyting þeirra í heiðus ílát var eingöngu verk leirkerasmiðsins. Við gætum sjálf upplifað okkur einskins nýt, eins og verðurlaus pappír, en gleðifréttirnar eru þær að þannig fólk getur Guð einmitt notað. Mundu það að Guð nota þá sem heimurinn segir sérstaklega að séu óverðugir og óhæfir. Lærisveinarnir snéru heiminum á hvolf. Og það var ekki vegna þess að þeir hefðu einstaklega mikla og óvenjulega hæfileika, mikil pólitísk áhrif eða einhver sérstök félagslega stöðu. Nei, þeir snéru heiminum á hvolf vegna þess að andi Guðs vann í þeim til að snerta við heiminum. Þetta voru 12 ósköp venjulegi menn sem ákváðu að hlýða uppreisni Jesú og bíða. Þeir vissu ef til vill ekki eftir hverju þeir voru nákvæmlega að bíða eftir, en þeir ákváðu að hlýða og bíða. Og á meðan þeir biðu ásamt mörgum fleirum, báðu þau saman með einum huga og við það að dvelja svona saman í bæninni. Get ég ímynda mér að eitthvað stórkostlegt hafi gerst innra með hverju og einu þeirra. Auðmýkt, lítillæti, hóvarð í garð meðbræðra sinna og systra. Þarna var eitthvað að gerast. Andi Guðs var að umbreyta hjörtum þeirra, undirbúa þá til að vera verkfæri í höndum Guðs, mörgum til blessunar. Andi Guðs birtist á hvítasunnudag eins og Jesús hafði lofað þeim og eins og við lesum í orði Guðs, og mér langar að lesa það upp hérna vinir, fyrsta hvítasunnudaginn, hvað gerðist. En þá var upprunnin hvítasunnudagur, voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterk viðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldu gyðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Þetta hljóð heyrðist, dreifað fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt Galileumenn sem hér eru að tala? Hvernig má þá vera að vér, hver og einn, heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Vér erum partar, metar og elamítar. Vér erum frá Mesopótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíubyggðum við Kýrenea og vér sem hingað erum flutti frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trú gyðinga, Krídeyingar og Arabar. Vér heyrum þá tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu á spotti og sögðu, þeir eru drukknir af sætu víni. Þá steig Pétur fram og þeir 11
Og hann hóf upp rödd sína og mælti til þeirra: Gyðingar og allir þér Jerúsalem búar, þetta skuluð þér vita, ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessi menn drukknir eins og þér ætlið, enda aðeins komin dagmál. Hér að rætast það sem spámaður Jóel segir: það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar mun drauma drauma. Jafnvel yfir þræla mín og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast. 12 ósköp venjulegir menn sem snéru heiminum á hvolf vegna þess að þeir voru tilbúnir að beygja sig undir vilja drottins og leyfa anda Guðs að nota sig sem verkfæri mörgum til blessunar ríki drottins til dýrðar. Á sama hátt vill drottin nota þig og undirbúa undir komandi tíma. Það er aðeins á færi anda Guðs að umbreyta þér og mér í ljómandi ker. Mættum við beygja okkur undir hans vilja í Jesú nafni. Amen.